Start recording. Hérna erum við með spólu og spanviðnám í spólu, verkefni 1A. Þar vorum við með spólu sem við gátum tekið úr járnkjarnanum. Ok? Og síðan við settum jafnstraum á spóluna þegar að við tókum spóluna úr járnkjarnanum og við fundum út að það skipti engu máli hvort spólan var í járnkjarnanum eða ekki með jafnstraumnum. Það var alveg sama viðnámið. Það var bara raunviðnámið í vírnum sem takmarkaði strauminn. Og síðan settum við spóluna við riðstraum. Og hvað gerist þá? Þá minnkaði straumurinn aðeins. Vegna þess að þá bætist við riðstraums viðnámið, spanviðnámið. Það þýðir að það smá loft sem sagt það sem sagt loftkjarni og það smá seguleiðni í loftinu, mjög lítil stærð, en það samt svolítið spanviðnám sem að takmarka strauminn, þannig að hann minnkar örlítið. Og síðan var ástæðan fyrir því að við í jafnstraumnum, ástæðan fyrir því að við gátum ekki tekið járnkjarnan í sundur sú að segulsviðið fer alltaf sömu átt og límir alveg járnkjarnan saman. Það svo sterk rafsegul, þannig. Ok. Jú, endilega. Það líka opið út á kvöldu. Ok. Síðan þegar við breyttum úr jafnstraumni yfir í riðstraum, sem sagt í jafnstraumni þá gátum við ekki tekið kjarnann í sundur vegna þess að hann límdist alveg saman með segulsviðinu, en í riðstraumnum þá fer segulsviðið, það fer líka í gegnum núllið og þá í rauninni losnar segulsviðið alltaf reglulega úr kjarnanum, þannig að hann límist ekki eins saman sem sagt í riðstraumi, ekki fyrir að spennan orðin það há. Þá vinnur oft á móti gormkrafti þessi kraftur, segulkrafturinn. En það sem við fáum í þegar við setjum spóluna í járnkjarnan, þá minnkar straumurinn gríðarlega mikið niður úr 0,44 amperum niður í 0,017 amper. Og þá breytist segulleiðnin gríðarlega mikið í spólunni. Sem sagt, segulleiðni járnsins miklu stærri tala heldur en lofts. Já. Strákar, endilega fylgjast með því að ég þarf að fara í gegnum þetta, klára þetta bara frá og svo getum við farið í dæmi á eftir. Ok, þannig að setan, hún eykst alveg gríðarlega mikið þegar við setjum járnkjarnan í spóluna. Og við sjáum það að fasvikið þarna 88 gráður. Síðan reiknum við út sem sagt spanstöður spólunar sem 2,6 Henry. Stór spóla. Og síðan breytist sýndarviðnámið þegar við setjum hærri spennu og það svolítið erfitt að bera þetta saman þegar við hækkum spennuna.
Nú, við skulum segja þetta ef að engar sérstakar spurningar eru úr þessari skýrslu 1a, þá skulum við drífa okkur í 1b. Þar vorum við að mæla fasvik í spólu, hvað spólaði seinkaði straumnum mikið. Og við byrjuðum því að taka mynd með sveiflusjá af spennu og straumi og mæla tímamunin og breyta tímamuninum í gráðufjölda. Hérna við með 4,6 millisekundur og hérna markvöldum við með 90 gráðum og deilum með 5. Það líka hægt að markvölda með 360 gráðum og deilum með 20 því að það rauninni bara heil sveifla og tími heilrar sveiflu sem við deilum með og hér var 83 gráður sem að kom út úr þeim útreikningi á þessum tímamun spennunar og straumsins. Það straumurinn er eftir spennunni. Spóla seinkar straumnum, þess vegna straumur og eftir spennu hérna. Og síðan var aflið mælt með þessum afmæli hérna og straumur og spenna til þess að reikna út raunafstöðulinn. Hérna getum við þá reiknað P deilt með S. Hérna það gert og við fáum út 84 gráður, mjög svipað eins og við mældum hérna með sveiflusjóni, 84 gráður. Þetta eru bara 1 gráðu mismunur. Síðan prófum við að reikna út frá raunviðnámi, sem sagt með því að mæla vírviðnámið í spólinni og finna út frá sem sagt sýndarviðnámið. Þetta væri hægt að nálgast upplýsingarnar en þetta ekki eins nákvæm aðferð. Þetta rauninni röng aðferð vegna þess að við notum ekki allt raunviðnám spólunar. Hérna. Í aflmælingunni þá tökum við allt raunviðnám spólunar til greina. En hérna tökum við bara vírviðnám spólunar inn í útreikningana. Og þá er deilt með seta hérna til þess að finna út raunafstöðulinn og við fáum hærra fasvik út vegna þess að við höfum bara með hluta af raunviðnámi spólunar. Nú, þetta er aðalatriði varðandi þessa skýrslu hér. Síðan eru aftur reiknað út frá öllu raunviðnámi spóluna, það fundið út hérna raunviðnámið út frá aflmælingunni og þá fáum við það sama horn og út frá þegar við fundum fasvikið með raunafli og sýndarafli. Einhverjar spurningar varðandi þetta? Þetta er bara hérna að finna raunafstöðul og fasvik. Mjög einfaldar skýrslur. Þá er það, þetta var 1b, þá er það næst 1c. Þá erum við aðeins að bæta við hérna sérstöku raunviðnámi í raðtengingu við spólu. Og þá erum við bæðið með aflmælingu á spólunni og peru og við erum hérna í rauninni að setja upp viðnámsvektormynd og spennuvektormynd í þessari æfingu og við mælum raunviðnám vísins hérna fyrst 40,5 ohm í spólunni og til að eiga það til góða seinna tengjum þetta svo upp og mælum spennuföllin yfir peru og spólu. Hér
L spennan niður spóluna og pera hérna og raunaflið í peru og raunaflið í spólunni. Síðan finnum við sýndaraflið og út frá útreikningi straum og spennu og finnum svo fasvikið í spólunni. Raunaflstöðulinn fyrst, 7 vött deilt með sýndaraflinu S-inu 52,3 voltampere og þá fáum við raunaflstöðulinn og fasvikið er 82,3 gráður. Ok, síðan reiknum við út frá, við hérna finnum í rauninni bara sýndar viðnám spólunar núna, ekkert meira. Síðan reiknum við fasvikið út frá setja heildar út frá spennu og straum. Og þá getum við seinna fundið raunviðnám spólunar út frá aflmælingunni til þess að reikna út stærðir fyrir viðnámsvektormyndina. Við getum kannski snúið þessu hérna svo við sjáum þetta vel. Þannig að hér höfum við zL og spanviðnámsspólunar aðeins minna. Hérna er raunhluti raunviðnámsspólunar og síðan bætist við raunviðnám perunar. Og síðan er heildarsetan hérna í rásinni. Þannig að seta heildar 679 ohm hérna erum það bil hér. Og síðan reiknum við raunaflstöðulinn út frá heildar raunviðnáminu og deilum með heildarsýndar viðnáminu. Og við fáum út frá því 41 gráður og í myndinni þá erum við með rúmlega 40 gráður, 41 eða 41,5. Og þá er bara eftir að setja upp spennu vektoramyndina. Hún kemur hérna og þið hafið fundið sem sagt það var heildarspennan fyrir spóluna. Henni var síðan skipt í launspennuna, þá tökum við bara sínusinn af 82,3 gráðum hérna og sinnum spenna spólunar 152 volt og fáum þá aðeins lægri spennu sem launspennu spólunar 150 volt. Síðan bætist við spenna perunar, raunspenna perunar hérna. En hvað vantar inn á þessa mynd hérna? Hérna höfum við heildarspennuna 232 volt eða 233 mælt. Hvaða merkingu vantar inn á þessa spennavektoramynd? Sjáu þið það? Ég skal segja ykkur hvað það er. Þegar við erum með raunspennu hérna, þá setjum við alltaf línu hérna áfram. Þar sem við merkjum, við höfum strauminn sem viðmiðun. Setjum hérna pílu, vektor í rauninni sem hefur ekki neina sérstaka stærð, heldur bara drögum línu hérna aðeins lengra, setjum pílu og segjum hérna straumurinn sem viðmiðun, því að það er ekkert fasvik í perunni til dæmis, þá fylgir spenna perunar alveg straumnum. Þess vegna teiknum við þessa straumlínu hérna áfram. Strauminn sem viðmiðun. Já, þetta eru atriðin í þessari skýrslu og þannig að þið skuli fara vel yfir þessa útreikninga og hérna. Erum við að teikna svona spennuvektoramynd í prófinu? Það er spurning hvort við höfum tíma til þess.
Þá skulum við skoða D, ef ekki fleiri spurningar þetta. Hérna höfum við hliðtengingu raunviðnáms og spólu. Og við mælum vírviðnámið, stillum strauminn á 1 ampere og mælum spennufallið 141 volt. Og aflið í spólunni er 11 vött. Mældum að svona 10 til 11 vött áðan. Svo að það er fljótlegt að reikna sýndaraflið hérna, það er margfeldi spennu og straums, það er hérna 141 voltampere og þá getum við reikna strax út raunafstöðul og fundið horn spólunar. Það er mjög stórt. Þannig að það er 11 vöttin deilt með 141 voltamperi og 85,5 gráður erum við með fasvik spólunar. Og við sjáum hvað kósinus phi L hérna er lágtala, það er 0,078 vegna þess hvað fasvik er stórt. Og af því að straumurinn í heild í spólunni var 1 ampere, þá er þetta sama talan sem raunstraumurinn. Af því að 1 sinnum kósinus phi L, einu sinni 0,078, þá er þetta raunstraumur spóluna, raunhluti straumsins í spólunni. Núna eigum við að reikna sýndarviðnám út frá straum og spennu og þá deilum við náttúrulega með 1 amperi, þannig að þetta er líka 141 ohm viðnámið í spólunni við þetta og eins þá deilum við með 1 amperi í öðru veldi hérna til þess að finna raunviðnám spólunar út frá aflmælingunni sem var 11 vött, þannig að við erum með 11 ohma viðnám í spólunni. Nú, síðan bætum við raunviðnámi við sem er pera og perastraumurinn er 0,33 ampere svo að heildarstraumurinn eykst örlítið frá 1 amperi í 1,07 ampere og við fáum hérna viðnám perunar líka, það er fundið út frá spennu og straum en við notum það, það er spurning hvort við notum það eitthvað. Síðan tökum við hérna straumvektormyndina. Hér höfum við strauminn í spólunni sem er 1 ampere og við erum með raunhlutastraumsins hérna sem er 0,0, já var þetta ekki 78 eða eitthvað sleiðis. Hérna er örlítið meira skrifað hérna inn á. Þetta var sama tala og kósinus að, já, það er 0,078 stendur hérna. Þetta er bara hækkað upp í 0,08 og þetta er svona raunhluti straumsins í spólunni. Raunhluti straumsins er í rauninni nánast 1 ampere en það er sagt útreiknað 0,99 örlítið minni straumur, launstraumurinn hérna í L eða í XL eða í L laun eins og við kallum hann líka. Hann er rétt undir 1 amperi. Þetta er mjög stórt horn hérna, 85,5 gráður, þannig við fáum mjög lítinn mun á þessum tveimur stærðum. Síðan kemur í viðbót straumurinn í perunni. En hvað vantar inn á þessa mynd hérna? Það vantar spennuna sem viðmiðun. Að teikna aðeins lengri línu hérna og merkja U, spenna sem viðmiðun. Þetta er engin stærð, heldur bara að merkja það að raunstraumurinn er í fasa með spennunni. Og síðan gefum við hjálparlína hérna niður, þetta er heildarstraumurinn 1,0
9 segir hérna, mældum 1,07 ampere, þannig að þetta er þá heildarstraumurinn í rásinni. Og hér erum við þá með mælda hornið í heild á myndinni. Síðan hérna getum við reiknað það út frá straumunum til dæmis. Það er mjög svipað. Og þá fáum við leggjum saman raunstraumana, ekki gleyma því. Við leggjum saman perustrauminn sem er 0,33 ampere eða 330 milliampere og raunhluta straumsins í spólunni sem er 0,078 eða 78 milliampere og deilum með heildarstraumi rásarinnar með perunni sem er 1,07 ampere. Raunastuðlinn verður þá 0,381 og það setjum við í kós í mínus fyrsta veldi og fáum 67,6 gráður. Og þá erum við búin að fara yfir þessa útreikninga. Þið skulið skoða þetta vel, hvernig við fáum fram bæði spóluna sérstaklega, merkja inn raunstrauminn líka og endilega að prófa æfa ykkur á því að reikna þessa skýrslu líka aftur og teikna vektoramynd í þessu því að þið hafið svona meiri æfingu í spennuvektoramyndinni en síður svona æfingu í straumvektoramyndum. Einhverjar spurningar varðandi þessa skýrslu 1D? Ef svo er ekki, þá látum við þessar upptöku lokið.